Pétur, og til hamingju með sigur í þessari seríu. Hvernig, svona fyrirfram þá las maður það mikið að það vildi enginn frá Keflavík, en þið sópið þeim bara hérna. Já, en ég meina, fyrstu tvei leikirnir voru samt hörkuleikir, eiginlega bara allan tíman báðir og með smá heppni hjá þeim og smá opni okkur, þá hefðu þeir alveg eins geta verið 2-0 yfir hérna fyrir þennan leik. Þannig að við stöndum alveg við það að segja það að í fyrstu umferð hefðu örugglega ekkert viljað þá, sérstaklega þegar maður hugsaði það aftur í september-október sko. En við gerðum mjög vel í dag og bara vörðum heimavöllinn og já, þannig var aldrei hættu í dag. Í dag, fannst þér þessi leikur vera öðruvísi? Fannst þér svona eins og þeir væri kannski búin að gefa spínu upp eða? Já, svona, mér fannst við bara aðeins massívari og þeir svo sem fengu alveg skot svona sérstaklega í fyrri hálfleik sem þeir settu ekki. Þá safnaðist þessi forysta og þetta var bara aðeins svo mikið fyrir þá til að koma á móti, til að koma tilbaka úr og við bara, já, við á okkar degi þannig séð og bara náum að sigla þessu þannig séð þægilega heim. Það kemur væntanlega smá frí núna sem að aðra seríur alltaf að verða lengri en þessi. Já, ég svo sem veit ekki hvernig virkar þegar allir klára eitthvað á einhverjum tíma, en ég held bara að næsti leikur okkar sé 21. apríl. Sama hvað gerist hjá hinnum, ef mér skjáttast ekki, en við bara nýtum það til að ná okkur öllum heilum og losa okkur við einhver veikindi og eitthvað og komum svo bara klárir í næstu seríu. Takk fyrir Pétur og gangið vel. Takk ægilega.